Það var halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að tala bréfamarathon Amnesty International sem haldi verður hér á Íslandi, hér á Akureyri og víðar og við höfum alltaf svolítið áhuga á því að fræðast það tilganginn en ekki síst aðeins félagið sjálft eða samtökin Amnesty. Viltu kannski aðeins segja okkur frá? Við þekkjum nú öll svona til Amnesty, þessara mannréttindasamtaka, en hvað getur þú sagt okkur þau? Já, það eru 150 lönd þar sem Amnesty virt. Það eru 3 milljónir manna sem tilheyra þessum mannréttindasamtökum og þau byggja náttúrulega á mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og það ýmis konar svona starfsemi sem tengist Amnesty og bréfamarathonið eitt þeirra. Og Íslandi, hvað? Þetta félagsskapur sem hvað? Fertugur? Já, rúmlega fertugur. Þannig að við Íslendingar byrjuðu mjög snemma að vera virkir að vinna að mannréttindum og það nú svo ánægilegt að við erum alltaf að fá fréttir af fólki sem hefur verið saklaust í fangelsi sem hefur verið látið laust vegna starfsemi Amnesty. Og þetta bréfamarathon, segðu mér kannski aðeins, hver tilgangur þess? Já, tilgangurinn sá að beina athyglinni að ákveðnum einstaklingum allan heim. Núna hafa til dæmis verið valdir 10 einstaklingar af Amnesty á alþjóðavísu og við skrifum undir í 150 löndum og núna eru þessar undirskriftir farnar að, það eru bara milljónir. Byrjuðu bara fyrir 2001 í Póllandi sem hugmynd 2 ungmenna að setjast niður og skrifa í heilan sólarhring. Við byrjum hérna á Íslandi 2005 að vera með og Akureyri kom mjög snemma inn í þetta þannig að það var, við erum hérna á Akureyri núna í 10. skipti. Byrjum bara á einhverju nokkrum tugum undirskrifta og nú bara fjöldinn allur sem tekur hérna. Og hefur þetta áhrif? Já, þetta hefur nefnilega áhrif og hver og ein undirskrift hefur áhrif og það alveg fjöldadæmi það að fólk hafi verið leyst úr fangelsi eða fengið frið og Sigríður til dæmis þekkir nú bara persónulega dæmi mann sem hún hitti sem hafi leystur og við höfum reyndar fengið til Íslands heimsókn frá fólki sem hefur verið leyst úr haldi og komið hér og sagt sína sögu. Viltu deila því með okkur? Já, það var nú svo, það hafði svo mikil áhrif á mig að ég gerðist meðlimur í Amnesty við það að hitta hana gamla mann. Hann hafði sagt það eitt í sínu heimalandi, við verðum að virða mannréttindi og næsta sem hann vissi var hann settur í fangelsi. Og hann sagði að þegar Amnesty kom og heimsótti fangelsin sem reglulega gert, þá fengum við að borða, þá var þrifi hjá okkur, þá fengum við hrein föt og það fyrir Amnesty sem hann látið laus. En Amnesty velur þessi tilvik mjög vel. Þetta allt fólk sem hefur verið með friðsæl, sem enginn sem beitt ofbeldi. Og þessi maður, hann var svo friðsæl, hann var svo mikið innri friður og ég svo spurði hann, ertu virkur í Amnesty? Og þá sagði hann, veistu það, að þetta hafði þau áhrif á mig að ég þori engu. Og þá erum við komið, ég gekk með honum í 20-30 mínútur af því að ég sá hann bara þennan gamla mann og sá hann áttaviltur og semst gekk með honum þangað sem hann vildi fara og þá biðu 2 konur þar og hann sagði, þú ert alltaf svo hræddur að lenda á þínu nánust. Það náttúrulega alveg hryllilegt. Og þetta svo framandi fyrir okkur sem að lifum við svo mikið mannréttindi og við getum sagt það sem okkur býr í brjósti án þess að vera sett í fangelsi en mörg af þessum sem eru núna eins og bara til dæmis þessi hérna Clovis Rasafi Malala sem býr á Madagaskar sem var að berjast fyrir því að rósaviðartré væru sem í útrýmingarhættu. Það væri gert eitthvað í að viðhalda að því þau eru friðuð en það sjá sér svo margir gróða í því að smygla ólöglegu landi og hann vekur athygli á svo næsta bara að það smurt eitthvað á hann settur í fangelsi. Eigum við kannski skiptast á bara nokkra sögum? Já, ég hérna til dæmis með konu sem heitir Ní Júlan og í Kína og hún sögð núna fyrrverandi lögfræðingur.
Hún var að hjálpa fólki sem sem sagt átti að fara úr húsnæði sínu vegna þess að það þurfti að taka svæði til að byggja ábatasamar byggingar og þetta staðreynd sem í Kína. Stjórnvöld hafa ofsótt hana, rakið hana af heimili hennar, hún hefur verið sett í fangelsi, henni hefur verið neitað vegabréfsáritanir og einu sinni var ráðist á hana þannig að nú hún í hjólastól. Hún býr við sífellda ógn vegna þess að hún í starfi sínu var að reyna að aðstoða fólk. Já. Og fleiri kannski? Svo kannski, mér finnst þetta svona svolítið nærtækt okkur. Þessi maður kallaður Mahadini og býr í Tchad. Hann svona aktívisti og 7 barna faðir. Hann setti myndbönd inn á Facebook þar sem hann gagnrýndi stjórnvöld í Tchad. Hann var gripinn á götum úti, hann var laminn, hann var hlekkjaður og var í hlekkjum í margar vikur. Hann á yfir sér lífstíðadóm. Hugsið ykkur hvað við erum að setja inn á Facebook. Það væri búið að fangilsa mann ansi oft. Það væri nefnilega búið að fangilsa mann ansi oft. Þannig að þetta svona dæmi. Og kannski af því að við erum að tala þarna Kína og Afríku og hugsa þetta svo langt frá okkur. Að við erum hérna með eitt dæmi frá Finnlandi. Og þetta ungur laganemi, 21 árs, sem heitir Sakris Kupila. Hann að berjast fyrir því að fá að vera af því kyni sem honum finnst hann vera. Skráður sem kona hefur sem sagt aldrei fundist hann vera kona og hann vill gjarnan fá kynleiðréttingu. Til þess að fá hana, þá verður hann að sanna að hann sé geðsjúkur. Hann verður að samþykkja að fara í ófrjósemisaðgerð og hann að berjast, hann getur ekki sett sig við þetta, þannig að berjast fyrir breytingu á lögum í Finnlandi. Og við erum þó komið það langt á Íslandi að maður rekur eiginlega bara í rógastans að lesa þetta. Og þá eiginlega bara, maður verður eiginlega bara að spyrja, hvað á maður þá að mæta og fara að byrja að skrifa? Það annars vegar á Amtsbókasafninu. Og þar rekur hinn ítalska Serena orðakaffi og þannig að fólk getur fengið sér kaffi eða heitt kakó á meðan það skrifa og svo það í Eymundsson. Hér á Akureyri, vitið hvernig þetta annars þar á landinu? Þetta búið að vera í Reykjavík núna heilmikið átak þar sem hann meðal annars verið að skrifa undir fyrir framan Hallgrímskirkju. Örugglega þetta fara inn á amnesty.is. Það líka hægt að fara inn á netið. Já, til þess að bara fræðast sitt svæði og líka hvetja líka bara fleiri svæði á landsbyggðunum að því hvert einasta... Þetta örugglega á fleiri stöðum. Og við viljum náttúrulega gjarnan sjá fólk í Eymundsson eða Akureyri og við erum með svona tilbúna pakka. Þess að fólk getur bara valið hvað það vill skrifa undir eða skrifa undir öll þessi 10 dæmi. En ef það kemst alls ekki, að fara þá bara inn á heimasíðuna hjá Amnesty og það hægt að skrifa undir líka. Frábært, takk. En þetta milli klukkan 12 og 4 á morgun. 12 og 4 á morgun. Og kostar ekki neitt. Það ekki verið að safna peningum, þetta eingöngu... Þetta bara að skrifa. Þetta bara undirskriftin. Stuðningur. Þetta bara stuðningur við þetta fólk sem að margt af því saklaust í fangelsi. Takk fyrir komuna, kærlega, og bara að gera að brettu bermar. En við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.